aðeins þrívídarbyggingu einfaldra sameinda, sem svo kölluðu Vesper-myndir, þar sem að Vesper stendur fyrir valence, shell, sem gildiskvolfið eða eistakvolfið, electron pair, sem rafeindapar, repulsion, sem fráhrinding. Kenningin þrívídarbyggingu gengur út frá því að rafeindapör á eistakvolfinu reyni að hrinda hvert öðru eins mikið frá sér og hægt er. Þetta kemur aldrei til fyrir að við erum komið með lágmark 3 atómi í sameind, vegna þess að 2 atóma sameind, eins og segjum bara flúor, verður alltaf bein, svona. Það ekkert möguleiki fyrir hann að taka neina aðra lögun. Ef við erum með sameind með 3 atómum, notum hérna berylliumflúorið sem dæmi, og það sem í gangi hér að beryllium, og þetta þarf maður að geta átt að sjá, hefur 2 gildisrafeindir. Og svo tengist það við flúoratómin sem að hafa 8 með tenginu, 7 upphaflega. Og beryllium sjálft uppfyllir ekki áttureglu, þetta svona undantekning, og með engar rafeindir á atóminu. Það bara rafeindir hérna í tenginu. Þessi 2 tengi munu reyna að forðast hvert annað eins mikið og hægt er, sem að næst náttúrulega best með því að hafa sameindina bara alveg beina eða línulega. Og svona getur maður oft, ef maður óviss, velti fyrir sér að hvernig get ég haft tengin eins langt í burtu frá hvort öðru og hægt er. Ég meina, ef ég set þau, segjum svona, þá eru þau nálægt hvort öðru. Þau eru lengra frá hvort öðru svona. Þannig að þetta rétta myndin. Það 180 gráðu horn hérna á milli tengjana og við köllum þetta bara línulega sameind eða linear á ensku. Og svona hægt að halda áfram. Ég ætla ekki að teikna hvern einasta möguleika vegna þess að það tækir langan tíma, heldur ætla ég að setja bara mynd. En það þess að þetta halda áfram og teikna alls konar sameindir. Skoðum svona í fljótu bragði sameind sem að hefur 4 atóm, 1 í miðjunni sem væri bór, og bór hefur 3 gildisrafeindir, og ef við myndum tengja þær hverja fyrir sig í svona eins og flúor og reyna að fá þau eins langt í burtu frá hvort öðru og hægt er, þá fengi ég svona mynd, þar sem að hér eru allstaðar 120 gráður á milli, sett á milli tengjana, þá eru þau eins langt frá hvort öðru og hægt er. Að því að bór aftur uppfyllir ekki áttureglu. Það líka undantekning. Flest sambönd kolefnis, eins og með CH4, einfalt dæmi, og önnur efni þar sem að við erum með miðjuatóm aftur með engum rafeindum á sér en tengt í 4 atóm, þau fá byggingu sem að liggur ekki lengur í plani. Við köllum þennan þríhyrning í plani. Þessi náttúrulega línulegt, tekur í rauninni bara eina vídd, en nú erum við farin að nota alltaf 3 víddir. Það sem að leyfi þessu að vera eins langt í burtu frá hvort öðru og hægt er að mynda eins konar, má segja, píramída. Svolítið er þetta að sjá það fyrir sér. Ég ætla að sýna ykkur mynd hérna. Og þegar við reynum að teikna þennan píramída í 3-vídd en á 2-vídd blað, þá teiknum við hann svona. Hér eru við þessi svona eins og hann sé að koma út úr myndinni, og þessi með punktalínunum svona að bakka inn í hana, en þessi 2 liggja hér á. Hornastærðin hér er 109,5 gráður allstaðar. Og svona er þeir eins langt frá hvort öðru og hægt er. Skoðum aðeins bara myndir af þessu frekar en að teikna og teikna. Færum þetta aðeins hérna neðar. Þessi mynd sýnir svona alla helstu möguleika. Hérna efst, hér, er þessi línulega. Það sem er eins langt frá hvort öðru og hægt er. Hérna er þessi sem við vorum að tengja með, þetta er
ætla þetta að vera B. Með BF3, þríhyrningur í plani og hér er mynd sem að sýnir CH4 sem er kallað ferflötungur á íslensku. Ferflötungur og er hérna, eins og það sem maður getur ímyndað sér svona píramída með þríhyrndum, við sjáum teikna hæfileikar hérna, svona með þríhyrndum botni, svona, þessi síðasta lína hérna, á að vera hérna svona í baksýn. Þannig að þá er C-ið inn í miðjunni og H-in eru hérna þessir 4 punktar svona á þessum píramída sem að hefur 4 fleti, 1, 2 og svo hérna aftan á 3 og 4 er botflöturinn, þess vegna ferflötungur. 4. möguleikin er þegar við erum komið með 5 atóm í kringum miðjuna, það er sett hérna og þetta er eini þar sem að hornin er ekki öll jafn stór. Hérna, sko, ef við horfum á þennan, það er eins og við byrjum með þennan hér, þríhyrning í plani og hann liggur núna hér, þessi grænu og svo kemur 1 fyrir ofan og 1 fyrir neðan og þá myndast sem sagt 6 flötungur. Við fáum þetta svona svolítið eins og maður hefur tekið hérna 2 svona píramída og skellt þeim saman á botnunum, en það kallaði þetta á ensku þríhyrndur tvípíramídi, en við notum yfirleitt bara 6 flötungur á íslensku. Og síðasta dæmið er þegar við erum komið með 6 atómtengd. Þá í rauninni erum við bara með 90 gráðu horn allstaðar. Það er bara eins og þessi svona plús. Hérna miðju atómið og svo atóm allt í kring og svo 1 fyrir ofan og 1 fyrir neðan. Þegar maður er að reyna að teikna svona myndir hérna með höndunum, þá eins og þetta er hérna SF6, það mætti teikna svona til dæmis. Við teikna þessar sem eru fyrir ofan og neðan eins og þeir liggi á blaðinu og svo get ég teikna svona þennan ferhyrning svona, einhvern veginn. Það má gera þetta betur heldur en ég geri. Nú er blaðið eitthvað að stríða mér hérna, svona. Þessir 2 eru svona að koma út og þessi er að fara inn. Þennan, og þetta er kallað áttflötungur, það er líka þýðingur á enskunni. Þetta er eins og maður hefur tekið 2 egypska píramída og skellt þeim saman á botnunum, svo 2 svona með ferhyrndan botn. 6 flötungin má teikna svona, eins og dæmið þarna er PCl5. Láta þessa 3 sem sagt liggja í sama fleti og síðan, það er þessi 3 hér, en þessi væri að koma út úr síðunni og þessi að fara inn í hana, þannig að þá kemur svona, hann er feitur þegar hann er að koma út og hann er punktalína þegar hann er að fara inn. Sjáum svo hérna að lokum hvað er að gerast þegar það eru rafeindapör og þetta náttúrulega skiptir þá líka máli að geta teikna réttar lúismyndir og svona. Ef það eru rafeindapör eins og vatn, teiknum hérna fyrir ofan vatnssameind, vatn hefur súrefni sem hefur 6 gildisrafeindir og svo á 2 þeirra er tengt hérna í vetni. Þannig að súrefnisatómið hefur 2 rafeindapör. Hér er rafeindapar, hérna er rafeindapar, við kallum það E, svona í takt við myndina hérna, og hér er rafeindapar. Þetta er alltaf pör, alltaf 2 rafeindir, hlið við hlið. Þannig að þessi sameind er ekki línuleg eins og BF2, heldur taka rafeindapörin pláss í byggingunni. Þannig ég er í rauninni að horfa á þetta sem, ok, ég er með 2 atóm en ég er líka með 2 rafeindapör, svo ég er alls með 4 hluti tengda við miðjuatómið. Þá fæ ég þessa ferflutungsbyggingu. Í staðinn fyrir að vera með miðjuatóm og 4 atóm, þá er ég með miðjuatóm, 2 atóm, 2 rafeindapör og vatn er einmitt sýnt hérna á þessari tekningu, þar
þar sem þetta bláa hérna svona sýnir rafeindapörið, sýnir að það tekir pláss í myndinni og það veldur því að vatnssameindin verður bogin. Hornið á milli hérna, þetta hér horn, það verður svolítið minna en 109,5 gráður vegna þess að rafeindapörin eru aðeins öflugri í fráhreindakraftinum heldur en tengið, rafeindirnar í tenginu. Þannig að þetta verður aðeins minna. Eins og í vatni er þetta það bil 104,5 gráður. Aðeins minna en 109,5. Það er sama typ á teiningunum. Hér er eitt rafeindapar og þetta er NH3 sem að teiknar Lewis-myndina fyrir NH3. Þá sér maður að N hefur 5 gildisrafeindir, 3 þeirra að fara hérna í að mynda tengið við H og þá er rafeindapar hér. Þannig að aftur þessi ferflötungsbygging, nema núna eru 3 atóm, 1 rafeindapar. Og svona er hægt að elta þetta áfram, sem sagt, maður getur dundað sér við að teikna Lewis-myndirnar og sjá á þessum tveimur 6 flötungnum og 8 flötungnum undantekningar að ræða. Þetta miðjuatómið fer yfir 8 gildisrafeindir í kringu sig. En á alla máta má sjá hvernig rafeindapörin taka pláss í byggingunni og því verður eins og SF4 hérna sem hefur rafeindapar ekki með sömu byggingu og CH4 þar sem C hefur ekki rafeindapar.